Ming Ting Mansell, sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu, var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar. Óttast afdrif fjölda fólks eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir suðurhluta Japans í morgun. Yfirvöld segja margra saknað í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta. Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem geisaði í miðborg Reykjavíkur. Síbrotamenn gengu lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Skipulagi Arnarland, sem nýtt hverfi í Garðabæ, hefur verið breytt eftir athugasemdir frá íbúum. Framkvæmdir eru nú hafnar við lagningu fráveitu og neysluvatnslagnar við Hafnarfjarðarveg. Komið sæl. Frönsk kona sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu svokallaða var sakfelld í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar. Ming Ting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi hér í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi. Hún var handtekin á Edition hótelinu í júní á síðasta ári eftir að hótelstarfsmaður kom að eiginmanni hennar og dóttur látnum á hótelherbergi fjölskyldunar. Ming Ting hefur ávallt haldið því fram að fjölskyldan hafi komið til landsins í þeim tilgangi að deyja. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir þar til hann hefur verið birtur. Verjandi Mansell, Ómar Örn Bjarnþórsson, segir að hún hafi strax ákveðið að áfrýja honum. Þetta þyngri dómur heldur en við bjuggumst við og hún strax búin að taka ákvörðun að hún ætlar að áfrýja dómi. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún frá Frakklandi og var búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman vegna banvæns sjúkdóms eiginmanns hennar. Mansell var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins en ákæruvaldið taldi gögn málsins benda til þess að dóttirin hefði barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn sé til frásagnar meint samþykki hennar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell gert að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannskostnað og 5 milljónir í annan sakarkostnað. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði í fyrra en var síðar sleppt. Sá tími verður dreginn af fangelsisvistinni. Frá því í september í fyrra hefur hún verið laus úr haldi en sætt farbanni. Mansell yfirgaf dómsalinn og hélt ein sinna leiða. Eins og staðan núna þá hún hvorki í gæsluvarðhaldi né farbanni en það kemur mér ekkert óvart ef að það farið fram á gæsluvarðhald á meðan á áfrýjunarfresti stendur en sækjandi tekur ákvörðun það. En hefur hún þá bara gengið út frjálsferða sinna hér í dag eða? Já, hún hefur gert það en hún ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður. Karl Ingi Vilbergsson, sækjandi í málinu, segir gæsluvarðhaldskröfu verða lagða fyrir dómara í kvöld eða á morgun. Að minnstakosti 1 látin og 100 slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta í Japan. Fjöldi fólks fastur í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum. Jarðskjálftinn átti upptök sínum 20 kílómetra suður af Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem 3. stærsta eyja Japans. Hann reið yfir rétt fyrir 4:30 síðdegis að staðartíma, 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út en var dregin til baka innan nokkura klukkutíma. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftann upphaflega vera 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. 300.000 manns var skipað að yfirgefa heimili sín og leita skjóls í neyðarskýlum. Tugir þúsunda eru án rafmagns og rúmlega 60 eftirskjálftar hafa mælst. Fjöldi vega, brúa og bygginga skemmdist í skjálftanum. Einn fannst látinn í húsi sem hrundi og sprenging varð í verslunarmiðstöð í Kumamoto sem hrundi að hluta stuttu eftir jarðskjálftann. Slökkvilið óttast að margir séu fastir þar inni og lögregla segir að 10 hið minnsta sé saknað. Björgunaraðgerðir eru í gangi.
Fjölda fólks einnig saknað eftir að skorsteinn hrundi í pappírsverksmiðju í borginni. Á 300 lést í 2 öflugum jarðskjálftum á svæðinu fyrir 10 árum. 私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem geisaði í miðborg Reykjavíkur í sumar. Sömu síbrotamennirnir brutust ítrekað inn og gengu lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Þeim hefur nú verið stungið inn, en samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál í Reykjavíkurborg var að ljúka í Ráðhúsinu og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. María Sigrún, hvað kom fleira fram á þessum fundi? Það kom fram að það geisar hér nokkurs konar innbrota faraldur með nokkuð reglubundnum hættu, þá sérstaklega hérna í miðborginni, og sveiflunar haldast í hendur við hvaða síbrotamenn ganga lausir hverju sinni. Til að mynda var tilkynnt 11 innbrot í miðborginni í apríl, en þau voru orðin 30 núna í júlí og höfðu þannig þrefaldast. Það var tilkynnt 62 önnur mál þar sem þjófnaður kom við sögu, en þau voru helmingi færri þarna í apríl. En við ræddum þessi mál við Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögregluþjón, og Eyþór Víðisson sem sérfræðingur í öryggismálum, og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Merkið þið aukningu á innbrotum og þjófnaði í borginni? Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot og og þannig þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun, fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrjar hringurinn aftur. Og það sem að kannski var breytingin í sumar var svo að eins og hefur komið ítrekað fram að fangelsin voru full, þannig að við hreinlega komum ekki fólk inn í síbrotagæslu. En síðan en það var hægt núna fyrir rúmlega viku síðan. Innbrot í borgum eru yfirleitt flest í miðborgum og það hefur ekkert með Reykjavík að gera sem slíka, heldur bara að það bara í eðli afbrota að tækifærisbrot eins og þessi brot eru að mestu leyti núna eru í kringum og í miðborgum af því að þar mesta fólkið og í rauninni flestu tækifæri. Eitthvað sem einkennir þennan hóp sem að ræna? Já, þetta eru núna þetta eru fíklar sem að fólk með fíknivanda sem að bera ábyrgðina á flestum innbrotum í miðborginni þetta sumar. Sérðu fyrir þessi hægt að vinna að buga þessu? Já, það er alltaf hægt að auka öryggi. Það er ekki spurning og það er bara spurning að vinna saman, vanda til verka og svona tryggja það að fólk taki svona hlutina sína alvarlega og passi þá betur. Við getum kannski illa stoppað eftirspurnina eftir hlutum en við getum allavega reynt að passa okkur og okkar nær umhverfi. Já, og þegar brotist inn til fólks þá aðalega verið að ræna verðmætum hlutum sem auðvelt að koma í verð. Það jafnvel að taka peninga, skartgripin og smærri raftæki og annað slíkt. En þjófnaður utanhúss snýr aðalega rafhjólum, gaskútum og öðrum verðmætum sem að liggja úti og það dugar ekki einu svona alltaf að læsa hjólum, þau eru jafnvel tekin læst. En það kom líka fram að vasaþjófnaður hefur færst mikið í aukan og þá sérstaklega á fjölmennum ferðamannastöðum eins og til dæmis við Hallgrímskirkju. Það eru skipulagðir glæpir og oft framkvæmdir af útlendingum sem hingað koma gaggjart til þess að ræna. Þetta kom fram í máli lögreglunnar. En það var Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem að blés til þessa fundar og hún hérna hjá mér. Hildur, eitthvað sem borgin getur gert eða við íbúarnir til að bregðast við þessu? Já, íbúar hafðu lýst áhyggjur af þessum auknu innbrotum sem ákveðum að blása til þessa fundar og fengum þá þetta upplýsingar frá lögreglunni. Við vorum líka með fræðslu erindi sem öryggistjóri okkar Eyþór kynnti
Þar kynnti hann lista sem við höfum gert aðgengilega á reykjavík.is, svona ráðleggingar okkar til að koma í veg fyrir innbrot, bæði fyrir íbúa og atvinnurekendur. Við munum líka á næstu dögum og vikum blása til nágranna vörslu átaks og við kynntum á fundinum og gestir fundarins gátu tekið með sér heim svona límmiða, nágranna vörslu límmiða sem að íbúar sem taka sér saman nágranna vörslu geta komið fyrir í gluggum, svona eins og þeir sem vera með öryggiskerfi, og við munum jafnframt bjóða upp á ný nágranna vörslu skilti. Þannig að já, það ýmislegt sem hægt að gera auðvitað. Við í borginni förum auðvitað ekki með löggæsluvaldið en við erum að reka öryggismyndavélakerfi með lögreglunni og neyðarlínunni niður í miðbæ og erum núna að vinna nýjum samningi þar sem að komið tilefni til að mögulega stækka gæslusvæðið og sömuleiðis uppfæra myndavélakerfi þannig að það sé að betri gæðum. Það kom fram í máli lögreglunar að það er ákveðin hætta svona í því að faraldurinn geysi aftur þegar þessir menn losna aftur úr sinni gæslu. Hvað þá? Og þarf ekki einhvern veginn að hugsa aðeins þetta frá þeim enda og það kom fram að þetta væri oft fólk í erfið stöðu, jafnvel í fíknivanda og annað. Þarf ekki einhvern veginn að taka á því til að ná endanlega niður á þessu? Jú, þarna skiptir auðvitað máli gott samstarf lögreglunar og borgarinnar sem er með velferðarþjónustuna og þjónustar þennan hóp sem að stendur á einhverju leyti í þessum innbrotum og eins og lögreglan kom inn á að þá síðustu 7 daga hafa verið 2 innbrot á þessu miðborgarsvæði sem er veruleg fækkun frá því sem hefur verið síðustu daga og það er vegna þess að 3 aðilar sem hafa svona helst staði í þessum innbrotum þeir hafa verið settir í gæslu á vegum lögreglunar. En því svona stefnuði að ná svona betri tökum á þessu með þessu, að efla gæsluna, nágrannavörsluna og finna kannski eitthvað betri félagslegu úrræði fyrir þennan hóp sem virðist vera að brjóta af sér aftur og aftur? Já, þetta talar allt saman. Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna. Við ætlum að efla myndavélaeftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli. Og hún er auðvitað bara grunnur á góðu samfélagi að eiga góða nágranna skiptir auðvitað miklu máli og eigi góðri samvinnu og samtala við þá. Þakka kærlega fyrir þetta Hildur Björnsdóttir og við kveðjum hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Takk fyrir það María Sigrún Hilmarsdóttir og við förum þá að allt öðru í útlöndum. Donald Trump Bandaríkjaforseti átti afkastamikla og jákvæða fundi með bæði forseta Úkraínu og forsætisráðherra Ísraels í dag að sögn fjölmiðlafulltrúa Hvíta hússins. Zelenski Úkraínuforseti sagði fund þeirra Trumps hafi verið góðan þegar þau rætt leyfi til að framleiða Patriot loftvarnarflaugar og leiðir til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Netanyahu fundaði í fyrsta sinn með Trump í dag frá því að stríðið í Mið-Austurlöndum hófst í lok febrúar. Zelenski og Netanyahu eru í höfuðborginni Washington til að vera viðstaddir útför öldungadeildar þingmannsins Lindsey Grahams sem lést fyrr í þessum mánuði. Yfirvöld í Frakklandi hafa skipað 4.000 manns að yfirgefa tjaldsvæði, gististaði og aðra ferðamannastaði vestur af Bordeaux vegna skógarelda. Slökkviliðsmönnum hefur orðið ágengt í baráttunni við eldinn en þeir hafa ekki náð stjórn á honum. Rúmlega 300.000 manns í Frakklandi og á Spáni hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ástandið virðist þó horfa til betri vegar á Spáni þar sem yfirvöld hafa aflétt rýmingu fyrir 13 bæjarfélög. Íbúar sem verða að yfirgefa heimili sín nærri Madrid fengu inni í menningarmiðstöð. Mikil óvissa og gremja er meðal þeirra. Yo hace 20 años que estoy viviendo en San Martín y nunca pensé ver esto. Es lamentable, pero nunca pensé ver tanta destrucción. 4 días. Estamos desde el viernes. Somos de Navas del Rey. ¿Qué pasa? Pues la verdad que no tengo ni idea. He entendido que un incendio, pero yo no lo he visto. Entonces teníamos que salir de la casa. Salimos con lo que teníamos puesto. Pobrecilla, no dejes de dormir. Entonces, aquí andamos, esperando a ver cuándo podemos regresar. Vinna við uppbyggingu ofanflóðavarna við Neskaupstað í fullum gangi og framkvæmdir hafa gengið vonum framar í sumar. Varnargarðurinn er einn sá lengsti sem reistur hefur verið hér á landi að sögn verkstjóra. Framkvæmdir við loka áfanga snjóflóðavarna við Nes og Bakkagil í Neskaupstað hófust fyrir 2 árum. Verkinu var flýtt eftir að snjóflóð féll á bæinn í mars 2023. 4 þvergarðar rísa og 24 svokallaðar varnarkeilur. Þetta eru risa mannvirki, þvergarðinu sem við erum að
risa. Hérna eru 810 metra langur og 22 metra hár það sem hann er hæstur. Ég held að þetta sé bara lengsti og hæsti garður sem gerður hefur verið á Íslandi. Vinna hefur gengið vonum framar í sumar og verkið er vel á undan áætlun. Við erum bara komnir á mjög góðan stað í dag. Við erum að vera langt komnir með þvergarðinn okkar stóra og keilurnar eru komnar 14 af 24 upp og þannig að þetta er bara lítið vel út. Starfsmenn verktaka eru 24. Aðstæður geta verið krefjandi og ekki gott að vera lofthræddur. Við erum bara aðalega að raða grjótinu og svo setja upp grindurnar og böndin og passa að þetta lúki vel. Er þetta ekki glannalegar aðstæður? Jú, þetta er nú alveg svo, við erum svolítið hátt uppi í körfunni sko, en þetta er nú bara gaman sko. 7 bændur sitja í milliþinganefnd bændasamtakanna sem sendi frá sér skýrslu á næstu dögum áhrif mögulegrar Evrópusambandsaðildar á íslenskan landbúnað. Sérfræðingar innan og utan samtakanna koma einnig að gerð skýrslunnar. Bændur taka afstöðu til hennar á aukabúnaðarþingi í ágúst. Stjórn Bændasamtaka Íslands hefur boðað til aukabúnaðarþings þann 14. ágúst í Reykjavík. Tilefnið er þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna við Evrópusambandið 20. og 9. ágúst. Á þinginu verður kynnt skýrsla milliþinganefndar áhrif mögulegrar Evrópusambandsaðildar á íslenskan landbúnað og ályktað hana. Á búnaðarþingi sem haldið var í mars var samþykkt að skipa 7 manna milliþinganefnd sem átti að starfa fram að næsta búnaðarþingi. Nefndin fékk það verkefni að greina hverjar afleiðingar aðildar Íslands að ESB yrðu á íslenskan landbúnað, þar með talið áhrif aðlögunar að regluverki sambandsins meðan á aðildarviðræðum stæði. Formaður milliþinganefndarinnar er Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli og með henni sitja 6 aðrir bændur. Að gerð skýrslunar hafa að auki komið sérfræðingar bæði innan og utan skrifstofu bændasamtakana. Nefndin hefur starfað undanfarna mánuði og verður niðurstaðan lögð fram í formi skýrslu sem verður send þingfulltrúum viku fyrir aukabúnaðarþingið. 63 fulltrúa bænda sitja á þinginu í ágúst. Samtök ungra bænda héldu auka aðalfund fyrir í júlí þar sem framkom skýr og einróma afstaða gegn eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með gegn frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Framkvæmdir við Hafnarfjarðarveg við Arnarnesháls eru fyrsta skrefið í uppbyggingu nýs hverfis í Garðabæ. Íbúar í nágrenninu hafa gagnrýnt áformin. Arnarland er einstaklega vel staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu og við urðum vör við það í skipulagsferlinu að þessi mói sem hér er og jafnvel mávabyggð að fólk vilji halda þessu svona. En við teljum það skyldu okkar að þróa hér hágæða hverfi með góðum og björtum íbúðum en líka atvinnustarfsemi sem þýðir að Garðbæingar og þeir sem búa hér næst munu eiga þess kost að fara skamman veg til vinnu. Ásýn þessa græna svæðis mun breytast umtalsvert við fyrirhugaðar framkvæmdir Garðabæjar en hér stendur til að reisa 450 íbúðir. Deiliskipulag Arnarlands var samþykkt í bæjarstjórn Garðabæjar 7. mars. Landið afmarkast af Hafnarfjarðarvegi til vesturs, Arnarnesvegi til suðurs, Fífuhvammsvegi til austurs og sveitafélagsmörkum Garðabæjar og Kópavogs til norðurs. Framkvæmdir eru hafnar við Hafnarfjarðarveg til að tengja fráveitu og neysluvatnslagnir í hverfið. Hjáleiðir verða byggðar upp tímabundið við veginn meðan á þeim stendur og verklok eru áætluð þann 18. ágúst. Íbúar í nágrenni við Arnarland hafa stofnað Facebook-síðu undir nafninu Arnarland athugasemdir íbúa þar sem margir hverja lýsa áhyggjum af þéttri og hárri byggð. Við tókum okkur nú 3 ár sem er langur tími í skipulagsvinnuna og það hefur þýtt það að við höfum bæði lækkað hæðir húsa mjög mikið. Það hefur gerst í atvinnusvæðinu. Atvinnusvæðið hefur verið fært fjær Hafnarfjarðarveginum til að komast bregðast við kvörtunum mögulegt skuggavarp og það var rýnt mjög vel í ferlinu. Og ef við tökum íbúðabyggðin í Arnarlandi þá er hún mestmegnis hús sem eru á 2, 3 og 4 hæðum. Það eru einstaka hús á 5 og 6 hæðum en umfangið er fyrst og fremst í svona lágreistum fjölbýlishúsum og það verður gott bil á milli húsa og góðir garðar og opin svæði. Og hvernig verður með umferðina hér í nágrenninu þegar svona margir íbúar bætast við eins og inn á Hafnarfjarðarveginn? Sjáu þið fyrir ykkur að það verði umferðartafir? Já, það voru gerðar mjög miklar umferðargreiningar og við dróum úr byggingamagni bæði í atvinnuhúsnæði og þegar kemur að íbúðunum einmitt með það að markmiði að tryggja að umferðarlega myndi þetta ganga vel eftir og greiningarna sem gerðar voru styðja þá mynd.
Bæjarstjóri Árborgar hvetur ökumenn sem eiga leið austur fyrir fjall til að keyra þrengslin í stað þess að bíða í bílaröð við Ölfusárbrú á Selfossi eins og margir lenda í og þá sérstaklega fyrir helgar. Það myndast oft langar bílaræðir og stundum alveg upp af Kögunarhóli og mót við Ingólfsfjall þegar ökumenn og þeirra fólki í bílunum að fara á Selfoss eða lengra austur og tappinn alltaf við Ölfusárbrú. Það sem tefur líka að það má aðeins eitt þungt ökutæki vera á brúnni einu vegna þess hversu gömul og lúin hún orðin. Oft þarf að bíða í 15 og jafnvel upp í 30 mínútur eftir að komast yfir brúnna. Hvað segir bæjarstjóri Árborgar málið? Við verðum að sýna þolinmæði og bendum auðvitað fólki líka á að nýta sér þrengslin og þær leiðir inn í sveitafélagið okkar. Þannig að þá getum við létt kannski aðeins á umferðinni. Já, þú hvetur fólk til að fara þrengslin? Já, við eigum að nýta okkur, sérstaklega nú í sumartíman seinni part dags, að þá mjög klókt ef þú ert að fara beint inn á Selfossi eða framhjá að fara þá leiðina líka, þannig að þá dreifum við álaginu á brúnni. Bragi segist vel skilja pirring ökumanna við Ölfusárbrú en segir: Og maður hefur nú lent í því sjálfur en þetta getur verið góður tími bara til að hlusta á góða þátti eða podcast í eyrunum, þannig að við verðum bara að vera þolinmóð með þá gætum við fá nýju brúna. Já, talandi nýju Ölfusárbrúna, framkvæmdir við hana ganga mjög vel en hún verður þó ekki opnuð fyrir haustið 2028. Á meðan verða raðirnar við núverandi brú. Og þá það veðrið. Á morgun gert ráð fyrir norðan og norðvestanátt á landinu, strekkingur við austurströndina en annars víðast gola eða kaldi. Það verður létt skýjað landið sunnan og vestanvert en rigning eða súld með köflum á norðan og austurlandi. Hiti verður á bilinu 7 til 18 stig og það verður hlýjast syðst en við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum. Stórgóðri stjórnartíð Didier Deschamps með franska landsliðið í fótbolta lokið. Eftirmaður hans var tilkynntur í dag. Það knattspyrnugóðsögnin Zinedine Zidane. Það var mikið í húfi á KA-vellinum í gær þar sem Akureyrarliðin mættust í bestu deild karla. Íslenskt landsliðsfólk í taekwondo keppti á öflugu móti í Portúgal helgina. Ingibjörg Erla Grétarsdóttir endaði á palli. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir. Og þá verðum við upp helstu atriði fréttatímans. Ming-Ting Mansell sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar. Óttast afdrif fjölda fólks eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir suðurhluta Japans í morgun. Yfirvöld segja margra saknað í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta. Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem hefur geisað í miðborg Reykjavíkur. Síbrotamenn gengu lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Skipulagi Arnarland sem nýtt hverfi í Garðabæ hefur verið breytt eftir athugasemdir frá íbúum. Framkvæmdir eru nú hafnar við lagningu fráveitu og neysluvatnslagnar við Hafnarfjarðarveg. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina það sem afir þessum degi. Verið sæl. Í kvöld á RÚV, Svepparíkið, íslensk heimildaþáttaröð sveppi frá sjónarhorni vísinda, menningar, fagurfræði og sjálfbærni. Risarnir, Norðmenn stefna á að komast með nýstofna landslið á heimsleika dvergvaxina í fótbolta.